Komið sæl. Þá erum við að byrja á nýjum kafla í bók númer 6. Kaflinn heitir Algebra og jöfnur, sem reyndar sama kaflaheiti og var í bók númer 5 á einum kaflanum þar. En ekki láta það rugla okkur. Við skulum fara rólega af stað og byrjum á að rifja upp í kaflanum hvernig við merkjum inn á og lesum úr línuriti. Og hér eru gefnar upplýsingar að 2 kíló af bananum kosta 300 krónur og svo er við að tekna línurit út frá þessu. Og þá er ágætt að byrja að setja upp svona gildistöflu og þó það sé engin jafna til að setja inn í. Þá getum við sagt okkur sjálf að ef 2 kíló kosta 300 krónur, þá hljóta 4 kíló kosta 2 sinnum meira og 6 kíló kosta 3 sinnum meira. Þannig að hér er ég komið með nokkra punkta sem ég get síðan merkt inn á graf. Og þegar ég merkit inn á graf eða línurit, þá þarf ég að finna hentugan kvarða á ásana. Til dæmis væri, ef ég ætla að vinna hérna með x og y ásinn, þá var alltaf að vera með 1 og 2 og 3 kíló hérna á x ás. En ég myndi ekki fara að byrja að merkja hérna 1 og svo 2 og halda áfram 3 alveg upp í 900 eða herra. Þess vegna þyrfti ég að hafa ásinn þar einhvern veginn öðruvísi og finna hvaða kvarði passar við dæmið. Og svo setjum ég bara inn punktana. Þannig ef að 2 kíló kosta 300 krónur, þá er það fyrsti punkturinn, 4 kíló 600 og svo framvegis. Og hér eru komin 3 punktar og þá er auðvelt að setja línu í gegnum þá, sem er þá grafið fyrir þennan kostnað. Og svo er hægt að lesa á grafinu og til dæmis er hægt að spyrja hvað kostar 10 kíló. Og án þess að þurfa að reikna, þá getum við lesa okkur úr 10 kílóm sem er hérna á x-ás, fært okkur í línuritið og við lendum á línunni hérna, þar sem að verðið er einmitt 1500 krónur. Þannig að þetta sést á línuritinu án þess að reikna mikið. Nú svo er hægt að fara í hináttunni líka og spyrja hvað fáum við mörg kíló fyrir 1200 krónur. Þá byrjum við hér, fikrum okkur í línuna og sjáum að talan 8 passar við það. Þess vegna fáum við 8 kíló fyrir 1200 krónur. En þetta held ég að sé nú ekki ný vísindi fyrir ykkur, því ég er að leika ykkur að þessum dæmum. En við skulum rifja aðeins upp skurðpunkt og hallatölu. Þó við höfum gert það áður, það var alltaf þörf á því að rifja þetta upp. En ég ætla að hlaupa hratt yfir vegna þess að þetta kom fyrir í 9. bekk og líka í síðustu bók. Þannig að það vera nokkuð sleip í þessu. En sem sagt, við byrjum á að skoða skurðpunkt við y-ás og hvernig það tengist því sem er í jöfnu. Og þá sjáum við að það er alltaf talan sem stendur ekki hjá x-inu, sem í þessu tilviki er 3, og hérna er í jöfnunni -2. Og svo tala er nákvæmlega svo sama og þar sem að línan er að skera y-ásinn. Hérna er önnur línan að skera y-ásinn í 1, 2, 3. Þess vegna er þetta +3 hér. Og fyrir neðri línuna þá er hún að skera y-ásinn í -2 og þess vegna er -2 hérna í jöfnunni. Þannig að þessi tala hérna sem stendur ekki hjá x-inu í svona einfaldri jöfnu, hún kallast skurðpunktur við y-ás. En passið ykkur að við eru beðin að horfa á þetta dæmi hér og svo spurt hvar sker línan y-ásinn. Ekki segja að hún sker y-ásinn í -2. Það er hægt að segja það, en ef spurt er hver er skurðpunkturinn, þá viljum við fá hnit. Og hnit fyrir þennan punkt, punktin hérna á grafinu, hann er 0,-2. Alveg sem punkturinn sem myndi vera hérna, hann er ekki bara ein tala, heldur annars vegar færsla eftir x-ás, sem myndi þá vera 3, og svo eftir y-ás 1. Þannig að passa ykkur að spurt er skurðpunkt, þá viljum við fá hnit. Hallatalan, það er þá hin talan sem kemur fyrir í jöfnunni, sem er sem sagt talan sem stendur hjá x-inu. Sú tala lýsir hallanum á línunni og kallast þess vegna hallatala. Og hallatalan segir okkur að ef að við förum eina rúðu til hægri í grafinu, eins og er gert hérna á nokkrum stöðum, það skiptir engu máli hvar ég er, svo lengi sem ég er einhvers staðar á línunni. Ef ég fer eina rúðu til hægri, og í þessu tilviki þarf ég að fara 2 rúður upp aftur til þess að lenda á línunni á ný, þá er hallatalan 2 í þessu tilviki. Hallatala getur líka verið neikvæð ef ég færi með eina rúðu til hægri
og í þessu dæmi þarf ég að fara 3 rúður niður til að lenda aftur á línunni og þess vegna segjum við þá hallatalið neikvæð eða -3. Þannig að hvernig getum við notað þetta til þess að teikna upp gröf? Jú, við ætlum að nota okkur að við vitum hvar línan fer í gegnum y-ásinn. Það gerist sem sagt í -5, af því að skurðpunkturinn er -5. Við ætlum líka að nýta okkur að hallatalan er 3. Það er að segja ef ég fer eina rúðu til hægri, til dæmis út frá þessum punkti hér sem ég var að merkja inn á, þá þarf ég að fara 3 rúður upp aftur til þess að vera lentar á línunni og ný. Þannig að þar hlýtur að vera annar punktur. Og þetta getur mér að endurtekið aftur, 1 til hliðar, 3 upp, annar punktur. Og þannig fæ ég fleiri punkta út frá hallatölunni og svo dreif ég bara línu þarna í gegn. Þannig að þið sjáum að maður enga stund að teikna upp svona graf, fyrst þessi sjöfnu, án þess að þurfa að gera hallatölu, gera gildistöflu, sem reyndar er líka hægt, en frekar seinlegt með þessa aðferð. Og þá skulum við byrja á hinum endanum. Við ætlum að byrja sem sagt með punkta eða línu og svo er spurt ef að við vitum hvernig línan lítur út, hver er jafna línunar á þessari mynd. Þá enn og aftur ætlum við að notfæra okkur hallatölu og skurðpunkt. Hér veit ég að skurðpunkturinn er 1, þannig að þegar ég set fram jöfnuna þá kemur væntanlega eitthvað y er jafnt og bla 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 og svo kemur +1. Af því að munið að talan sem er ekki á x-inu, hún er skurðpunktur við e-ás. Og svo vantar mig að finna hallatöluna. Og þá get ég verið einhver staðar í grafinu á línunni, fært með eina rúðu til hægri. Hér þarf ég að fara 2 rúður upp aftur og þess vegna er hallatalan 2. Þannig að þegar ég geri jöfnuna þá þarf að standa 2 hjá x-inu. Og þannig er jafnan komin. Hún myndi líta sem sagt svona út. 2x að því hallatalan er 2, +1 að því hún sker y-ásinn í 1 eða punktinum 0,1. Og þá eigi það að vera alveg fullfær til að klára dæmin sem er í bókinni. Eins og ég sagði áðan, þá er þetta mestuleyti upprifjun, þannig að vona að strandi enginn á þessu. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.